Jæja, við erum stödd hér í Mosfellsbæ hjá býhirði Bjarna. Við ætlum að kíkja hér í 2 bú. Þetta eru bú frá því í fyrra, ekki rétt? Jú. Og vetur hér í þessari, hvað við kallum þetta, laut. Og þetta er sem sagt svona nánasta umhverfi. Og hér er gott skjól, Bjarni, eða hvað? Já. Mjög. Já. Þessi bú 2, þau eru á 4 kössum núna með drottningagrind þarna á milli. Hvernig hefur sem sagt, ástandi verið á þeim? Hvað getur þú sagt um þau fram að þessari dagsetningu? Þau komu bara mjög vel undan vetri fannst mér á 2 kössum, þannig að ég minnkaði ekkert. Já. Svo var bara svo öflugt varp að ég bætti við 3 kassa. Hvað er langt síðan cirka? Það er svona 3 vikur líklega. Já. Og svo eru 2 vikur sem ég setti þennan auka kassa því það var svo mikið varp í öllu kassunum. Já. Þannig að ég var svona hálf stressaður. En nú hef ég ekkert kíkt í þetta í nánast 2 vikur. Já, ok. Og þau eru svona jafn sterk, finnst þér? Já. Maður hefur nefnilega sko, það er ágætis regla að temja sér það ef maður er með 2 bú eða fleiri að kíkja alltaf í minnstu búin fyrst til þess að sjá hvort að maður þurfi til þess að styrkja þau með ungviðaramma eða eitthvað þess þar. En jafn sterk bú, byrjum á þessu, nær. Og þarna er plastið fast í undir, já. En það er borgað sig alltaf að hafa plastið eitthvað á milli svo að það fest ekki þakið saman við rammana. Þau snúa hvað? Beint í suður eða hvað? Getur við sagt það? Já, suður í hérna, nokkurn veginn. Nokkurn veginn suður. Lítið af flugum í þessum kassa. Já. Ok. Það má þó segja sem svo að það er kannski ofaukið, hugsanlega, en hér er þétt af flugum. Kíktu alltaf undir og athugað að drottningin hafi nokkuð klifrað þarna upp á. Ekki svoleiðis. Ég þá ekki setja þetta bara hérna núna? Nei, sko þá myndi ég setja það rétt undir. Því að ef í versta falli að drottningin sé þarna sem þú ekki tekið eftir að þá í það minnst að fer hún ekki upp í hunangskassan. Cirka svona, já. Og þú varst búinn að reykja örlítið, var það ekki? Ótt. Það koma hérna hinum megin við þig, skulum við sjá. Ég kem sér það í trákborðunni. Þá stendur hún í einhver laut hér, já. Hér er þétt með flugum. Hvað er þetta merki hérna hjá þér? Druntarammi. Flott. Ég skal halda hérna móti. Sjá, fyrir myndina. Það er ekki tækt. Þetta er fóður. Þannig fóður, já. Gungu. Og ég sé hérna niður með rammanum að það er ungviði á næsta ramma. Hvað sjáum við hér? Hvað sérstakt? Nei, það er bara ungviði, bæði lokað og lirfur. Já, svo sjáum við sem sagt drundaramma, með drundahólf hérna neðan. Þetta er drundahólf hérna, þetta er ekki... Jú, þetta er drundahólf. Þau standa sem sagt beint út og hér er þyrping af drundahólfum, þessu ramma hérna. Já. Annars fallegu rammi með ungviði. Þetta er náttúrulega mjög þétt og fínt, sko. Já. Þetta er annar. Þetta er nú ekki drundarammi, sko. Þetta er venjulegt þernahólf. Það er fyrir ekki að það er 1 drundahólf hérna.
Þannig að það er nú eitthvað öðruvísi merkingin en ætlast var, eða hvað? Ég er með auka hérna, sko, ég er með hefti á þeim, sko, það er bara, kannski hefur ekki alveg nóg pláss. Eða það er ekki vilja að byggja drunda ramma akkurat við þetta tilfelli, þannig að þess vegna er drundahólf sko dreift aðeins eins og hérna, þannig að þær þyrftu náttúrulega að fá, getum við sagt, drundaramma. Hérna eru náttúrulega lokað eins og eru lirfur hérna út allt. Já, það eru aðeins að fljúga í andlitið á mig, Bjarni, hérna blástu aðeins reik á þær. Ég er varnarlaus á kæruleysi, meðfæddu kæruleysi. Sko, það er cirka heitt úti í skugga. 8, 10. Já, það er svona, það er aðeins skjóla líka. Og þetta er 4. ungverðar minn, já. Já, ertu með skýrsluhald þær? Svona cirka. Já. En það er ekkert, ég er ekki búin að sjá drottninguna. Nei, það flýja nú oft niður sko þegar að svona, já, þegar skoðað er í búinn, oft, ekkert alltaf. Þetta er 50 ramminn. Þetta er bara svipað. Þú ert búinn að sjá egg eða hvað? Ég er ekki búinn að sjá egg. Við erum nú alveg örugglega hérna. En hérna eru drottningabollar, já. Og þá kíkjum maður bara í botninn á þeim, sé hvort það sé egg eða lirfa, ekkert svoleiðis að sjá, þurrir, já. Það láta það bara vera. Já, því þeir eru auðsýnilegir þar sem þeir eru. Já. Og þá sérðu vel næst. Það er einn ungverðar að menn. Já, veitu, það er árás á mig. En já, þessu. Og þarna sérðu ennþá sko drundahólf þarna neðst á rammanum. Já. 3 egg. Þú sér það ekki á, getum við séð það í fókus á, sko, þá þarf við nú líklega að koma hinum með við þig til þess að fá sólarljósið til að hjálpa okkur að, við sáum að ná með mynd af hann. Það er egg. Hérna. Það sjáum. Náum við einhverjum fókus. Við skulum sjá hérna. Og svo hvort það sé betri, sýnaleg, sjáanleg. Já. Komdu með betri ramma, ég má sjá hinum minn. Ekki sjáanleg hér í það minnsta. En það sem að ég sé, að þær eru farnar að fylla með fóðuri aðeins í ramman. Já. Þannig að af einhverjum ástæðum hafa þær ekki vilja nýta efri kassan ennþá. Það minnsta. Þessi er nú svo fullur á ungviði að það er nú líklegt að það sé lítið egg þarna megin í það minnsta. Sé bara næstu síðu. Sko, það er nefnilega svo öflugt varp í þessum búum. Já. Þú sér hérna að það er komið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mér sýnist þér að varp í þessum 8. líka. Já. Það eru egg þarna sem við getum reynt að fókusera á. Það eru lirfur hérna allt. Sýndu mér hann aðeins þetta, sem sagt, fjærhliðina. Svo.
Þetta eru fyrst og fremst bara lirfur sem ég sé hérna, ok. Við fáum fleiri ramma til skoðunar. Svo væntanlega bara fóður hér. Já, einmitt. Já. En þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, þetta eru 8 rammar í varpi. Já, helviti flott. Blæsir reik hérna framan í mig. Það er spurning hvort að ég fari og sæki mér. Þá höldum við áfram upptökum. Manstu, Bjarni, ákvörðar fljúga í andlit á manni þegar maður er, eða þegar þeir eru svona að hóta? Nei. Nei, það er koltvísýringurinn sem maður andar frá sér. Það er það sem maður leita í, þannig að stundum það maður bara halda niður andanum og sko, það eru svolítið pirraðar hjá þér, hafa það verið það? Nei. Það eru reynda pirraðar í þessu bú heldur en hinu. Já. En það er náttúrulega, það er svona kuldi í loftið, ég er ekkert að neita. En það er sama hérna sko, það er mikið hérna drunta ungviði hérna á neðri hluta. Af því það vantar druntarama sínilega hjá þeim sko, alveg heilan. Þetta er nú eitthvað kalk, er það ekki þannig að hvíta? Nei, þetta er, við leðum aðeins að taka nærmynd af þessu frjókorni, ótrúlega fallegt, af mörgum tegundum. Þetta er glæsilegt. Hérna... Já, sko, maður setur svo sem, maður passar sá við að setja oftast ekki ungviði út fyrir kassan, en haldur þessu svona því að þetta eru druntar og það er ekki sama, hvað var að segja, viðkvæmni hjá manni sjálfum sko fyrir því. Að druntarnir séu aðeins kæruleysislegar. Hérna er nú druntar. Já, það eru fyrir að klekjast. Þetta er aðalega pollen. Já, er það? Já, einmitt. Og þú sér sko að voru druntar hinum megin á rammanum, þessum, sem varst að setja niður. Nei, þú sér að það er hérna nokkur hérna í horninu, en þú sér það sko að það vantar svo mikið drunta að það setja það á ysta ramma. Þannig að ef þú átt druntaramma, eða tóma ramma sem það getur byggt út sem druntahól, þá væri það sko flott. Áttu eitthvað svoleiðis í fórunninum, einhver staðar. Það er alveg verið. Já. Nú er þetta svona klest saman sko, í neðri rammana. Þetta er nú aðalega pollen en... Já. Ok. Það er ekki mikið varp hér allavega. Já. Þetta eru komin varp. Ekki að lirfum varp. Sérðu egg. Við myndum fá það í fókus. Já, það eru egg hérna, já. Það er bara svo erfitt að sjá þetta. Ég heldur ná þessu aldrei að sjá þessu. Við erum bara að sjá hvað eru þau. Ja. Sjá hérna. Ég sá það fyrst sjálfur sko, svo ég viti hvert ég á að beina kamerunni. Ég get nefnilega að zooma inn sko. Það er ekki örgur á því hvað ég hafi séð. Eggin. Við skulum það hljóta að vera fleiri ramma með meira veggjum. Ok, komin einn varpi. Já, ég myndi ekki telja sko hínaramana með þessu druntaungviði sem ramma, en heill druntaramur myndi náttúrulega kallast ungviðarammi. Þessi varp hérna náttúrulega er kannski ekki mikið. Jú, það er nú þarna lirfur sko, það vantar ekki. En það var miklu þéttara í jarðkassanum, það vantar ekki. Sko þegar þú settir nýjan kassa á, settur hann ofan á að undir. Ofan á? Já.
varp og lirfur. Egg. Já, það er egg hérna til þess. En byrju, hérna er eitthvað sem við erum að skoða. Þetta er spennandi. Áhugavert. Hvað er þetta hér? Hérna er drottningabollið, hérna er þurr. Já. Er þetta eitthvað? Mér sýnist þetta nú vera sko druntalirfa, en opna þetta. Við erum búin að sjá egg og það er mikilvægt sko að það sé staðfest. Já, þetta er bara druntalirfa sem er í þessu, annars myndi hún sko veita niður á við. Varstu með egg á einhvern góðum stað til að sýna okkur. Það eru egg hérna. Svo, ég þarf að fara frá með ég er ekki vissum að jú, hérna sé ég þetta. Já, hérna er þessu falleg egg. Flott. Það er skjalfest. Og ætla ég að koma hinum með þig. Hér er mikið líf líka, þessu búi. Og af hverju kem ég hérna með þig? Svo ég standi ekki í flugstefnu þeirra sko. Það eru að fljúga heim. Þetta er varprammi líka. Já, þetta er þá rammi númer hvað með ungviði í? Allavega 3. Þriðji, ok, já. Og það voru 8 í efri. Hérna er varp. 4, já. Og kransinn hérna sko utanum þessi, þetta er sem sagt bara ungviði sem er að fara að klekjast. Og líklega þá eggin eru hérna á þessu svæði í kringum og eldra ungviði, lerfur í miðjunni. Eins og hún leggur alltaf í svona sporöskjulaga klasa. Já, þar eru, við sjá líka hvernig það koma sko upp á rammana. Það er svona pirringur. En engin stunga ennþá. Það er óþægilegt að hafa það í nefn á sér. Það komin í þessa fínu slæðu. Já, þetta er svo saman klístrað og það er náttúrulega oft drundahólfin sko, sem það byggja svona á milli ramma. Það er þeir vantar. Þetta eru drundahólf allt er ekki? Og svo drottningabolli hér. Alltaf að kíkja í þá. Ekkert í honum. En þetta var ungviðið að öðru leyti, eða hvað? Já. Já. Flott. Þetta er þrusu búhæður. Það vantar ekki. Nei. Svo er fóður hérna. Fóður á, smá drunda, klasi hér. Ok. Má sjá aðeins sjá hvað í hún hérna. Sko, já. Við þurfum svo að, ef þú átt sko drundaramma, við þurfum að ákveða hvaða ramma við tökum frá þeim. Já. Og hvert við flytjum hann líka. Ef við flytjum hann upp fyrir drottningagrindina þá er náttúrulega sykurvatni þessu fyrst og fremst, þessu fóðurömmum sem er ennþá til staðar í búinu. Og það má náttúrulega ekki taka þá og slengja. Eða má, það er svindl, tímaverðin gera það, en ekki Íslendingarnir. Það er svolítið synd að, sko, því ég hef nefnilega ekkert gefið þessu búi frá því það var svo mikið fóður eftir veturinn. Ég hef ekkert gefið því neitt. Nei, en það sé ég ekki þörf á því, sko, með sem sagt fóðurramma hérna voru ekki 3. Og þetta voru 1, 2, 3, 4, 5, voru það 5, 6 ungviðarammar, var það ekki? Það var 5. 5, já. Skjótunum sjá, flott. Hér er allt tróðfullt líka af ungviði. Með að íflugum alltaf hérna að hafa það.
En við erum ekki búin að sjá drottninguna. Nei. Já, þetta verðist vera mjög öflug, þannig að það sakar öflugt varp í þessu, ertu sammála því? Jú, ekki spurning. Við fengum náttúrulega hérna með frábæran kafla með yfir 20 stiga hita marga daga, sem hefur gerst í manna minnum. Eitthvað frjókat þarna sýndist mér, er það ekki? Jú. Og í þessu ramma líka, það er fyrst og fremst fóður bara. Lundur. Já. Og svo, lánaði mér aðeins, ég er nefnilega, sko, vil bara fá það miklu betur, sérstaklega ef þeir eru svona pirraðar, bara ekki kæfaðar en svona góðan skamt. Þetta er eitthvað varp. Já, já. Og þetta er líka, það vantar ekki. Getur átt eitthvað þar. Nei. Bífluga undir erminn á mér, Já, og hér er sko drunta byggð, getur við kallað, en það er líklega ekki farin að verpa í það. Og þetta gera þær ofta á neðstu rammunum og þetta er svolítið vandræði sko, ef maður ætlar að flytja rammana upp, upp og að skafa þetta af. Og ég lefði þetta að flytja úr þessu. Svona. Pollen. Og eitthvað varp. Eitthvað ungverið þarna, já, líka. Lítið gallan hjá mér, þá ætla ég aðeins að forða mér. Undir hérna slæðum þessu það. Svo. Svo þá erum við leiðum til að slæða. Hér. Erum þetta saman sinna. Hvað ertu komið við marga ramma af varpiði núna hér í næsta kassan? Alltaf 3 með góðu varpi, sko. Já. Það voru nú fleiri með. Já, og svona fleiri með litlu varpi. Já, með litlu varpi. Fóður. Já. Ok, það er allavega 4 hérna með varpi, sko. Já, þá eru það 8, 6 og 4. En við erum ekki búin að sjá drottninguna. Það, þú ert búin að sjá egg. Við sáttum við það. Það er eitt sem ég sá þarna á botnunni hjá þér. Það er plastpokki af frjódegi. Þú ekki taka hann. Óþarf að hafa. Við ætlum að setja þá druntaramma í efsta kassan. Og hér er sem sagt kominn þá druntarammi. Nei, þú voru að setja fyrir niður þá náttúrulega drottningagrindina. Já. Þú tekur hana á staf. Það voru 8 rammar með ungviði þarna í efsta, var það ekki? Það er spurning hvað ungviðaramma maður tekur. Það er ekki bara hitt. Jú, sko, það eru vísu druntahólf þarna og ef að þeir fara upp fyrir sko, drottningagrindina þá komast þeir ekki niður og út. Nema þú passir það alveg sérstaklega að hleypa þeim út sko á næstu vikum. Það er ekki druntar á öllum. Það var svolítið mikið fannst mér kannski á þessum til þess að fara með hann upp fyrir. Þessi er bara fínn. Hér er lítið sem ekkert að drundum, bara vertu alveg 100% á því að drottningi sé ekki þarna.
vissulega svo sem ekkert alvarlegt því að þá heldur hún bara áfram að verpa í efsta kassan. En það minnst að getur við bjargað hérna einum drönd kottukallinn og hendur honum í burtu. Setur þetta bara í miðjuna á kassanum og þarna munu þær þá líka sko taka þennan kassa fyrr í notkun fyrst að það er komið ungviðið þarna upp sko. Það munu náttúrulega fara upp og sinna því. Þessi er bara hér? Nei. Nei, grunta. Þessi þarna sko. Já, þú með striga í þessu. Já. Hann er sjálfur sér ágættur sko, maður þarf stundum bara vefja hann þéttar til þess að fá svona þéttari glóð í hann. Þannig. Þessu ofan á. Og ígur af hérna. Hjálpi mér. Og svo eins og þú gerir sko, þá erum maður oftast með kantinn hérna fram upp á þegar rignir að það dreip ekki beint bara niður á flugopið. Heldur þá aftur og bak eða oftast er það þá í einu horninu sem það rennur yfir vatnið. Já, það er náttúrulega sjaldan sem að kúpan er alveg akkurat 100% bein. En þú gekkst á þessu búi á 2 kössum segirum. Já. Með kassa með sægi ofan á. Já. Og loftinu undir þakið. Já. Og full opið netið undir þakið í botninum. Já. Og full opið flugopið. Já. En sem sagt góð loftun undir. Já, glæsilegt bú, en helvíti pirraðar. Það er langt síðan ég sé svona pirraðarflugur hér á landi. Já. En við skulum kenna því veðrinu og minni nálægt. Jæja, hérna ætla Bjarni að skrifa umönnunarkort. Þetta ger ég alltaf. Öll búum mín. Ég man aldrei neitt frá stund til annarar. Þannig að það er bara fyrsta sko, það er sem sagt 20-25. Hefur maður. Og kallar þetta bú, númer eða austur, suður eða hægra, já, bara bú hægra, hægra bú og þá myndi ég skrifa hérna sko afleggjari frá 24. Og þá er drottningin líklega græn. Síðast þú sást hana, manstu það? Nei, ég man það ekki. Nei, merktu það þá bara seinna. Og svo í raun og veru bara hérna skrifar þú sem sagt dagsetningu. 7. plus. Jú, það er 7. dagur ekki, 7. Og hvað kemur hérna, sko, heildar fjöldi ramma eru þá 40. Og hvað er næsta ungviði þá skrifa ég sko þá 8 plus 6 plus hvaða voru 4 plus og ég þá tel ofanfrá alltaf plus 4 já og svo bara sko fjöldi ramma eftir inngrip það er sama 40 og svo getur við skrifað í athugasemd hérna fyrir aftan fengu 1 drundaramma 1 drundarammi bara eða eitthvað svoleiðis, plus. Og ungviði upp fyrir drottningagrind líka. Ég myndi nú setja inn sko, þú sást sem sagt, einhvers staðar hérna sástu egg, þá setja ég plus fyrir egginu og plus fyrir drottninguna, en hafur ekki séð drottninguna þá er bara
0 plus, eða hvernig þetta er sett þarna. Og ég myndi að segja það verið frekar álaskjarnar. Er það ekki einhvers stað í ykkur lið hérna, sko? Já, þú sást hérna drottningabolla og engin egg í þeim. Er það ekki hérna einhvers staðar, hvað er þetta, drottningar hólf? Já, bollar eina, sko, sást á og engin egg. Er það ekki þessi hérna, engin egg, já, settu eggs þar, sko, líka, bara svona. Engin eggs. Já, hann er hérna, já, ok. Og svo er hérna árásargindi, hvað er þetta, skapferli, argar, í miður. En það þarf ekki að vera búið fyrir það, bara maður þarf að fara að því með vissi gát. En þá... Þessi ósari, já. Svo þá... Jú, það sem ég ætlaði að segja áðan, að því við fluttum ungverðarramma þarna upp fyrir drottningagrindina, að það getur þurft að kíkja eftir cirka viku, hvort það hafi nokkuð byggt drottningahólf á þeim ramma, þau eru öruggur. Hér er alveg bara mikil umferð og hér eru með þetta dökk, appelsínugula klókott. Ég veit svo sem ekki hvað hann kemur, við sjáum ekki hérna eitthvað í fókus. Já, hér sjáum við eina til dæmis. Það má, hérna er eitthvað gulara og hérna er alveg hvítt líka, eða rjómalíta kannski. Sjá hvort við hérna sjáum við til dæmis. Áhugavert. Sjá þetta. Þá í nýja upptöku fyrir næsta bú. Hér er líka einhver. Það er að taka þetta samt hérna og svo hérna. Það fyrir einhvern með skugga út allt saman. Svo. Svo getum við skráum fleiri litategundir hér. Það sýnist mér. Þetta er appelsínugult en ljósara. Já,